Góða kvöldið, gott fólk, góðar áhorfendur, góðan dag ef þið eru að horfa út ekkert að síða mér í framtíðinni. Velkomin í Keiluvöllina Eiðisöll, þar sem að undanúrslit á Íslandsmóti einstaklinga 2026, karlaflokkur með forgjöf er að fara að hefjast. Hér í kvöld sjáum við þá topp 8 sem eru komnir áfram eftir forkeppni og milliriðil. Forkeppni var spiluð helgina og milliriðilinn í gær. Eftir augnablik fyrir upphitun að hefjast og þar sem að tónlist er spiluð í hátalarkerfinu hérna í húsinu, þá verðum við að slökkva á hljóðinu í streyminu á meðan og upphitunin er 10 mínútur á vanda og ég kem inn þegar það er búið.
En þá uppbytun lokið og strákarnir að fara að gera sig klára til þess að byrja. Þetta fyrirkomulag hérna undanúrslitin á þessu móti eru efstu 8 sem spila maður og mann. Það verður spilað 7 leikir hérna í kvöld í undanúrslitunum. Það fara strax yfir það skori sem þið munu sjá hérna í streyminu upp á skjá til þess að byrja með er skorið úr keppninni hingað til með forgjöf. En allir leikirnir sem koma hér inn í skal ég segja ykkur, Lindog upp á skjánum og eftir. Það eru leikirnir án forgjöfar. Þannig að staðan verður svolítið skökk á skjánum hjá ykkur en ég ætla að reyna að koma inn með stöðuna eins og hún lítur út hverju sinni. Það eru 2 streymi í gangi sem fer frá 15 til 18 og svo 19 til 22. Og við förum aðeins yfir viðrögnirnar, þá eru á 15 og 16 Adam Geir og Ásdór Þór sem eigast núna. Þeir voru í 1. og 2. seti. Á braut 17-18 eru Arnar Óli Ström og Óskar Ingi. Þeir voru þá í 3. og 4. seti eftir milliriðilinn. Hérna upp á 19 og 20 eru Tómas Freyr og Guðmundur Sigurðsson. Og 21 og 22 eru Magnús Geir Jensson og Óskar Karl Gústason. Eitthvað virðist standa á Lindog að birta skorið en við hendum því inn bara lóðbeint og það kemur. Fyrirkomulagið er sem fyrr leikurinn með forgjöf og sigur veitir ef maður rétt 20 bónustig. Og nú er bara að dreifast fyrir menn að ná sér í eina 3 efstu sætunum til að komast í úrslitaviðrögnina sem verður þegar þetta er búið. Gerir ráð fyrir að það verður svona 9:30. Ef við skoðum svona rétt sem snöggvast hvernig þetta endaði allt saman í gær, þá hérna kláraði Adam Geir gærkvöldi heldur betur með stæl, spilaði 258 án forgjafar og hann er með 28 í forgjöf. Þannig að þetta voru 286 í heildina hjá honum. Hann náttúrulega brost út að eyrum og sagði ég hætti aldrei og sem var akkurat motto og markmið sem vel allir eiga að setja sér að hætta aldrei. Þetta er ekki búið fyrir þetta er búið. En stórglega sem þetta er hjá honum. Förum aðeins yfir hérna 9. til 16. seti í gær. 9. seti var Ingi Freyr Bragason úr ÍR, 10. Atli Þór Kárason ÍR, 11. Stefán Máni Unnarsson úr ÍR, 12. Róbert Sigurðsson, lefty á IA, 13. Birgir Guðlaugsson ÍR, 14. Matthías Júlusson ÍR, 15. Einar Kári Guðmundsson úr Öspunni og 16. seti var Böddi the Great Sigurðsson. Langar aðeins til að nefna það hér inn í þessu streymi. Það er póstur á Facebook-síðu Keiljusambandsins sem við settum inn í dag meðan Arnar Davíð sem er núna út í Bandaríkjunum að keppa. Hann tekur eiginlega þátt í flestum svona pre-qualification rándum í PPA-mótunum. Það var að reyna að komast inn í lokakeppni eða einhverju mótinu þarna úti. Og við reynum að posta á físið þegar hann er að fara að spila og hvað er hægt að fylgjast með hvernig hann gengur. Byrja ágætlega í dag úti á móti en svo fór þetta svona aðeins niður á við hjá honum. En engu síður magnaður árangur að vera komin að út og spila á sko ekki bara stóru sviðinu heldur risastóru sviðinu. Ég ætla að kíkja aðeins á skorið svo við sjáum eitthvað hvernig þetta er að fara og kem inn ef það er eitthvað frekar fyrir þetta.
Þið verðum með 2 streymi í gangi og mækunni Sigvart streymið. Þá kannski bent ykkur á að tjúna frekar aðeins inn á í hljóðinu, bara náttúrulega bæði streymin, en tjúna frekar inn á hljóðið aðeins á 1922. Þar erum við mikrofónan, ég get farið aðeins að rölda og skoða hvernig staðan er. Þeir eru að fara að klára á 21 og 2, Ásgeir Karl og Magnús Geir, komnir inn í 10. ramma þar, og Ástór og Ada Geirn er á 15 og 16 er líka komið þar. Ásgeir Karl er með lægstu forgjöfuna í þessum hópi með 6, alveg heila 6 forgjöf. Þeir eru jafnir án forgjafar í 9. rammanum með 198 og Ásgeir Karl hendi þarna í einafellu í 10. og skila pressun yfir. En já, þið fylgist aðeins með hljóðinu á streymi 1922. Ég ætla að standa upp og rölda þessu á milli.
og þá dætti áttur inn í streymið á 15-18 með hljóðið. Næsta leikur sem hérna að fara í gang eftir augnablik. Þá verða á braut 15 og 16 Guðmundur Sigurðsson og Ásgeir Karl. Á 17-18 Tómas Freyr og Magnús Geir. Á 19 og 20 verða Ásdór og Óskar Ingi. 21 og 22 verða Ada Geir og Arnar Óli. Þetta kom inn aðeins á eftir þegar staðan verður komin inn á Facebook síðan hjá Keilisambandinu. Þá sjáum við svona töluna með bónusspennmótið. Það eru komnar tölur úr Grafarvogshreppi.
og einhvern veginn í fjórunum fór það fram með mér að Magnús Geir var með Þorgeir Söndals upp á 300 og Ástór upp á 294. Hann hefur ekki að segja að þetta sé svona byrja með nokkrum stæl, en við það þá fór Ástór upp í fyrsta seti í keppninni með Söndals þá 4407 pinna. Adam Geir í öðru seti, Magnús Geir fór upp í þriðja setið, Óskar Ingi í öðru setinu með 4283 pinna, það er þess að 13 pinna frá þriðja setinu sem er ekki neitt. Gamla brýnið Guðmundur Sigurðsson í fimmta seti, 21 pinna frá þriðja setinu. Arnar Óli Strömm í sjötta seti, 28 pinna frá þriðja setinu. Tómas Freyr í sjöunda seti, 53 pinnum frá rauðustrikinu upp í þriðja seti. Og Ásgeir Karl í áttunda seti, 310 pinnum frá línunni. Tölfræðilega alveg hægt, já, allt saman hægt. Ekki samt að menn alltaf vera að taka 290 pluss þar sem eftir er. En Ásgeir með lægstu forgjöfuna hérna í kvöld með 6, Tómas þar á eftir 9. En Ástór hins vegar með hæstu forgjöfuna 71 og Óskar Ingi þar á eftir með 62. Þetta byrjar hérna svona, sýnist mér, þannig að menn eru þokkalega jafnir svona til þess að gera fyrstu rammana. En við kíkjum inn aftur á eftir þegar við förum að sjá hvernig þetta lítur út hérna hjá okkur.
leikur 2 er núna að fara að klárast allan hérna á efri settunum, það er þess að 19-22. Það er að fara í 10. mann, strákarnir. Skoðum þetta aðeins á 19-20. Þar er svo mikið sem báðum með feikju, það eru jafnir af pinnum fyrir utan forgjöf. Þessum ástörum aðeins herri forgjöf, þá er hann 9 pinnum yfir, staðan er svo 195-204. Á 22 var Adama henda eina fellu var með feikju undan í 9. Hann er komin í 221 á móti 197 með forgjöfinni. Þannig að Adam er að taka þann leik. Það fara úr hljóðinu og streyminu á öðru setunum og rölda hérna aðeins niður og skoða hvað er að frétta. Hérna eru á 15-18 og komum svo með stöðuna, hún er reyndar ekki alveg rétt, það er eitthvað villa í Access-skjálfinu hérna á neðsta setinu, lögum það í leiðinni. Kemur svo inn á eftir eða þessi leikur er búinn og fyrir það yfir hvernig leikur 3 kemur til maður að líta út þess að hverju að keppa við hverju. Það klárast þarna niðri og Guðmundur Sigmann Ásgeir Karl og Tómas er að vinna Magnús Geir. Næsti leikur þá leikur 3 á 15-16 verða Tómas Freyr og Óskar Ingi. Á 17-18 verða Ada Geir og Ásgeir Karl. 19-20 Magnús Geir og Arnar Óli og 21 og 22 verða þá Ástór og Guðmundur Sigurðsson. Að kíkja eins þarna á skorskjalið og laga einhver Excel-formúlu sem er ekki að regna rétt, þannig að við fáum rétt að stöðu inn á Facebookinu.
Kíkjum aðeins á stöðuna eftir leik 2. Skal koma þessu til skila hérna á þau sem eru að færa inn skorið og birta að koma með matrixuna hvernig leikirnir eru að fara þar sem maður mann. En inn í staðan eftir 2 leiki og nú skorið komið rétt hann í 8. sæti. Ástór í fyrsta, látum okkur sjá, nei, þetta alveg kolvitlaust raðað líka. Já. Það ekkert að marka þetta, það bara nokkuð ljóst af því að difference í annað sæti sem á að vera í 3. sæti. Það bara ekki rétt. Ástór ætti að vera samt í 1. sætinu með 4.659. Næsta skor Adda Geir 4.582. Svo ætti Óskar Ingi að vera í 3. sætinu með 4.507. Komið sig í 4. sætinu með 4.499 svo gott og gott. En þetta aðeins að hilsa upp á herra Excel sem eitthvað að rugla hérna í okkur. Annars, já, þið sjáu hvernig þetta lítur út hérna í töluskorunum. Gemin þetta rugna.
aðeins inn í strauminn núna þegar þeir eru að fara að klára leikinn. Þeir eru aðeins undan einum hérna á 21-22. Þar er bara skemmtileg staða. Lúsakluttan. Að hafa þetta með 228 mútið 221 sem er útdelið til Borgarfjarðar. Á myndunum 20 eru þeir að vinna sig inn í 9. rammann. Arnarhóli er nú vel yfir 226 í hildina, 183. Guðmundur er 237. Ástór er 232. Gunnar Gerir. Gunnar bara sestur á bekkinn og bara andvarpar. Það þurfti að hafa fyrir þessu. Sjá hérna á neðri setinu. Það lítur út fyrir að dómarfreysi heitir Óskar. Ásgeir er að hafa Adam Geir. Arnar Óli Strömm er búinn að taka Magnús Geir 1920. Legum þessu bara að rúlla, förum aðeins yfir hvernig leikja 4 mun lít út, hver eru hvar. Á braut 15 og 16 verða Arnar Óli Strömm og Guðmundur Sigurðsson. Á 17 og 18 verða Magnús Geir og Ástór. Á 19 og 20 verða Adam Geir og Tómas Freyr. Og 21 og 22 verða Ásgeir Karl og Óskar Ingi. Sjáum stöðuna koma svo inn á fésbókinu eftir. Við erum að birta það núna Matrixu skjalið sem að gefa einhverja beint út úr skoðskjalinu okkar. Það er ekki önnur lóðbensín á hvernig maður og mann er að fara. Þannig að verða að leysa út úr Matrixuna ef við viljum fá þá leiki og oftast kemur þá í hvaða sæti viðkomandi er.
Let's go. Get hei. Já, það geggjaður. Þú tók 3 svo? Já, ég sá það. Það er sitt leikur. Finish job. Frekar sick sko. Geggjaður, 300 með borgir. Hói. Oj. Maggi. Svo er ég búinn að skýta svo í hei núna. Þetta tegur bara aftur núna. Skýta á mig, þið hættu að horfa. Þið fóru bara að fá shake og það var ekkert að styðja pappa sinn. Það fór allir upp. Gangi vel. Herru, góð kvöld áfram. Flottir leikir. Góð kvöld. Á. Okkur kemni. Nei, Off the back sko. mjög guð.
allt í lagi á þér. Þú ert ekkert að tapa mörgum beinum. Þú ert enda langt eftir. Snúðum bara, hittu upp leðurnar. Þetta er easy leið. Bara beygja niður. Enda sem svo pínuleik. Við lókum síðustu tveimur öðrunum. Hafðu þau fáum hengingu eða eitthvað. Bara, góð. Þetta er liðlegt leikur í dag, svo við góðum máli. Bónuspennu skiptir engu máli. Góðu. Húsum hana? Erum við búin að geggja það leiki? Ásdór, það er bara smá dræðis, bara svona til að hægra með löpunum, og það er góð. Þetta er bara pínu hægri, ekki mikið, bara pínu. Við erum aðeins að vinna í XS-kerfinu góða sem vonandi skilur okkur einhverju örlítið vitarefna núna. Við vorum að klára hérna 21-2. Óskar Ingi tekur Óskar Karl með 203 móti 181. Á 19 og 20 er bara Steven sko. Tómas með fullu í 9. 181. Adam með 9 feikju í 9. 181 líka. Sáum að sko þetta fyrr. Já, geggjaður. Já, hann vætir í með það. Geggjaður. Eitt góðan leik. Þetta er ekki þetta aðeins að hlaupa þarna frábíði.
dag, þá erum við geggja á það. Það er fyrir. Það er stíginn þeirri. Mér er 121. Ágúr. Þú ert með... Það er einu skipti máli. Þannig höldu bara að maður verið jákvæð, góð köst. Ólið líka að fara inn í þetta streymi hérna. Svo er Tómas Freyr, það er fellu á jafnarann. Sem hann gerir. 211. Næsta leikur 5. 15 og 16 eru Magnús Geir og Adam Geir. 17 og 18 fara Óskar Ingi og Guðmundur Sig. Á 19 og 20 Arnar Óli og Ásgeir Karl. Og 21 og 22 Tómas Freyr og Ástór Þór. Gef minni til vegna þeirra vonandi vitræðinstæði komin inn á Facebook. Ég held við séum eitthvað að tala saman núna með þessa stöðumynd sem er komin inn á Facebookina. Í fyrsta sæti er Ástór, núna með 5112 pinna. Og í öðru sæti er Adam Geir, 5009. Þriðja sætinu er Óskar Ingi, 4989. Arnar Óli Strömmur í fjórða sæti, skammt þar á eftir, munar einhverjum bara 14 pinnum. Fimmta sæti er Magnús Geir, einu pinna þar á eftir, þetta er allt í kássu, gæslega skorið, hvað er þetta saman. Bara já og nei. Þú erum bara að gefa upp þessa matrísumynd og þið verður bara fyrirgefa það að þið sjá ekki í leikinu hvernig þetta fyrir maður og mann. Þegar þetta bara sýnt þarna er alveg kolvitlaust.
Skor er eitthvað rámt hérna á Örubrautunum. Þeir eru ekki alveg búin með svona marga leiki. Þannig að við lögum það rétt síðan snöggvast. Þannig kemur það inn. Ásgeir Karl byrjar á þrjumuvöllum. Arnór Óli feikja á tværvöllur. Fjórði Ásgeiri.
Við erum á vitlausum rásum hérna bara, gaman. Látum okkur sjá. Á 19:20 erum við að fara að klára. Og hérna Ásgeir nú að sigla því inn, hann er komin í 2.52 með Borgarfjörðinn á móti 2.38, þannig að Arnar Úlfur nær honum ekki. Á 21 og 22 er áhugavert í gangi, það er svona jafnleikur. Tómas er opnaði reyndar hérna 8. rammann, tekur hérna 9 í 9. rammanum, er komin í 202 á móti 197, nást fellu. Skoðum eitthvað aðeins að hliðar. Hoppa úr hérna talin á öfrastrauminu. Á 21 og 22, þar er mesti af hérna leiknum. Svo skjárinn blikaði á mig. Þá er það
næst síðasti leikurinn, leikur nr. 6. Þar á braut 15-16 Ástór Þór og Arnar Óli. Á 17 og 18 það Ásgeir Karl og Tómas Freyr. Gæti orðið skemmtilega viðuregn. Á 19 og 20 Óskar Ingi og Adam Geir og 21 og 22 það Guðmundur Sigurðsson og Magnús Geir. Adam Geir með Brooklyn fellu á 20. Og ef við lítið þá aðeins hérna á stöðuna þá hefur hún eitthvað aðeins pínlítið breyst. Ástór í fyrsta sæti með 5.353 pinna samtals og upp í annarsætið komið Magnús Geir Jensson 5.239. Þriðja sæti Adam Geir 5.220. Arnar Óli Strömmu bara 7 pinnum á eftir honum í fjórða sætinu. Fimmta sætinu aðeins þar á eftir Tómas Freyr. Sjötta Óskar Ingi. Sjöunda Guðmundur Sig og Ásgeir Karl í áttunda sæti. Skoðum hérna aðeins bara bónustegin svona på djókið. Og Gummi Sig með flest bónusteg í kvöld 8-10 og hann sérst að vinna 4 leiki. Við leikum okkur og skoðum aðeins hérna loka umferðina eða þess að loka leikinn sem við rættir. Leikur að tölum að því að það er bara hana 7 pinnar frá Arnar Óla upp í Adam Geir. Þá Adam Geir að fara að spila á móti Gumma Sig og Arnar Óli að fara að spila á móti Tómasi. Svo sem annarsæti ekkert langt þarna. Magnús Geir fer á móti Óskari sem í 7. sæti. Þannig að það getur margt breyst hérna í þessum og næsta leik.
þessi leikur alveg vera búinn. Arnar Óli vann sína veiðuregn, Tómas vann sína veiðuregn, Adam Geir vinnur sína og Gummi Sig vann sína. Síðasti leikurinn, braut 15-16. Óskar Ingi og Magnús Geir, 17-18, Guðmundur Sig og Adam Geir. Á 19-20 verða Ásgeir Karl og Ásdór og 21 og 22 verða Arnar Óli og Tómas Freyr. Þegar þeim leik lýkur þá stoppum við streymið hérna á 15-18 og verðum alfarið á streyminu á 19-20 þegar þá ætlum við að fylgja úrslitunum í gegn. Það verður olíuborðið hérna á milli og hérna og síðan klassísk upphitun. Skulum sjá hvort við erum heppin að fá stöðun inn tiltölulega fljótt. Aðeins svona fara bara yfir dagskrána næst. Hvað er í gangi hjá okkur á næstu dögum og vikum. Þetta að gera það eitthvað svona, láta að vita hvað við erum að gera. Helgina 14. og 15. verður Íslandsmót unglinga í gangi. Helgina þar og eftir 21. til enda mánudagsins 23. verður Íslandsmót einstaklinga. Reynum að streyma að laugardag og sunnudag en síðan verða úrslitin í beinni á RÚV 2 öllulíkjum, frekar en RÚV. Og svo helgina þar á eftir 28. til mánudagsins 30. verður Íslandsmót öldunga. Það er svona það sem er mest á dögunni á okkur í þessum mótum. Staðan ætti að vera komin inn. Eftir leik 6, Ásdór í fyrsta sæti, Adam Geir í öðru sæti, Tómas er komin upp í þriðja, 5.466, 5.464 er Arnar Óli Strömm. 30 pinnum þar á eftir er Guðmundur Sig. 23 pinnum þar á eftir er Óskar Ingi. Eitthvað eins og eftir því er þá Magnús Geir í 7. og Ásgeir Karl er í 8. Þannig að hér höfum við á braut 21 og 22 svo til svona nánast, við getum orðað bara þannig, svo sem vinnurinn að leik hann fer í hérna úrslitin. Þannig að það er eitthvað til þess að horfa á.
Ekki dögur öllum aðeins.
Hér Ástór að klára sem leik á 19:20. Spilar áttalega hraðar þegar hann bara einn. Komin í 2:33, fellur í 10. þriðja ferðar niður í þann. Guðmundur Sigurðsson í einhverjum handleipingum hérna á 17-18. Stóð 10 eftir, hann kom með 7 ferðar í röð og 10 stóð eftir í honum núna. Þetta eru 2:50 hjá Ástóri, þannig að hann skilur sínu þarna. Strögg skulum orða á 21 og 22. Dómar segir þó með fellið í 7. Það að fara inn í 8. ramma núna á 21. Með 9. Nei, 8 glenn. Hvað? Já, barnaglenn vinstra megin. Arnar Óli feilar, hann er í 1:46. Tómas er 1:33. Nú er spurning hvort að keppnis reynsla og reynsluleysi sé að segja til. Tommi opnar, leyfir Arnar að vera inn í leiknum. 146 á móti 135. Arnar svo satt 11 pinnum yfir, 2 rammar eftir. Gummi svo sem að salta sinn leik. Og mér sýnist hérna Óskar vera með forgjöfin að hafa Magnús Geir bæði yfir ánum með forgjöfar, líka báðir á 9. rammanum þess að stofna. Óskar með hærri forgjöf, þannig að hann er alveg vel yfir. Adam Geir með 9 fekju í 9. Gummi með fellu. Gummi er að vinna á 2:79 fyrir þetta forgjöfuna. Tómas feld í 9. og Arnar 9 fekju. Gummi með 8 hjá sér. Hvað gerir Arnar? Fella. Tommi verður bara að fella. Situr samt sem fastast, þurfa ekki að drefa sig, jú, stendur upp. Önnur fella. 1:86. Tíðan eftir hjá Tóma.
þetta er komið. Og hugsanlega heyrðu á hann þriðja sætið. Sigurlokkin, 193 sýnist með forgjöfinni. Hérna, þetta er búið á streymi 15 til 18, þannig að við ætlum að tékka okkur út þar. Þökkum fyrir okkur þeim glugga og verðum svo með streymið áfram lifandi á 19 til 22. Fyrsti leikur var Ég var allan um eitt leik. Það er möguleiki sko.